Síðan förum við þarna upp yfir. Við erum á leiðinni upp yfir og þá hringir ykkur og segir þegar ykkur þið áttu að vera á sviði bara fyrir klukkutíma eða eitthvað. Við bara, okkur að gefa annan tími. Þetta alltaf að við setjum bara annað band á svið, skilju. Svo fór annað band á svið, svo bara hringdi okkur aftur í smá tíma. Þið verið bara að drífa ykkur upp yfir núna, það alltaf að vera vitlaust. Það var að grýta grjóti og flöskum og upp á svið, sko. Og síðan bílstjórinn frekar, ég held að hann var fullur, sko. Guðurinn sem var að keyra okkur þarna bakvið, sko. Það var bara 200 km hraði eitthvað, sko. Stoppaður á löggunni, fekk samt að keyra áfram. Fengur lögreglu fylgt upp á svæði, sko. Og þá bara J-Black Joe. Fólk var ekki sátt eða eitthvað annað band sett á Nei, svið. það var svona caveman chant. Það var eitthvað orkar hana. Og svo bara spiluðu og það bara brjálaðist allt með þér. Giggi var æðislegt. Hún að meika það, ég veit ekki hvað, það fá eitthvað, einmitt, 30 sekúndur. Opna sig eitthvað staður alla erfiðleika. Helst að vera bara eitthvað fórnarlamb. Já, við vorum að spá í að láta rúlla okkur inn bara í helgifsi, sko. Báðið tveir, svona lendi í öllu, viðtalið búið. Já, það er alveg sagt, sko, þetta nú svona status í því að vera einhvers konar fórnarlamb, það var lendi í einhverju. Já, það verið skipta meira máli heldur en lagið, sko. Já. Það náttúrulega orðið eitthvað hálf undarlegt á, sko. Það veit. Já, það náttúrulega, það svona félagsráðgjafa. En auðvitað kannski, ég minna, þú veist, það allir stjörnur í sínu eigin lífi. Þú ert með mídíu, þú ert bara eitthvað mídíabatteri sem getur bara að prómatera lífið þitt, sko, skilur hvað. Þannig auðvitað, sko, ert þú orðin, kannski, sem persóna fyrirferða meir í menginu þegar þú getur gert þetta, sko, áður fyrir voru þetta bara eitthvað svona unit sem að labbaðir inn í, sko, skilur hvað. Þú varst bara að labbaðir inn ykkur að vel og svo varst bara að prómatera, sko. Það kannski örfáir aðalega því hlutverki í dag. Núna allir í einhvers konar útgáfu af því að þeir eru með sitt Instagram eða Facebook og eru að birta ákveðna sko ímynd þar svona af sér og mikið hvað fólk leggur áherslu á þetta en það eru allir í raun og veru að gefa sjálfan sig út með einhverjum hætti. Stjörnur í sínu eigin lífi, skilur við. Þannig auðvitað það bara gott og slæmt, skilur við. Það þetta fínt að hafa plattform til að það gefi þér eitthvað tækifæri líka, sko. Þá að gera eitthvað. En svo náttúrulega engin síja samt. Nei. Og fólk kannski fær ógeðað þessu eftir smá tíma að þetta bara overflowing, sko. Og quality kannski ekki alveg. Verið ekki jafn eftirsóknarvert.